Kæru landsfundargestir, ég afar stolt af að standa hér í dag sem formaður Landssambands sjálfstæðiskvenna, einnar öflugustu kvennahreyfingar landsins, ekki bara út af því, heldur líka vegna þess að þetta fyrsti landsfundurinn í sögu flokksins sem tileinkaður konum. En það var einmitt þessi öfluga hreyfing Landssambands sjálfstæðiskvenna sem hafði frumkvæðið að því. Fyrir rétt rúmlega ári síðan héldum við haustfund Landssambandsins þar sem við lögðum fram tillöguna að tileinka landsfundinn konum í tilefni af 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna. Daginn eftir var svo sama tillaga samþykkt af flokksráðsfundi. En kæra sjálfstæðisfólk, í ár fögnum við einmitt þessu 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna. Eitthvað sem við tökum sem sjálfsögðum hlut í dag, en þótti það alls ekki fyrir 100 árum síðan. Ég veit ekki hvort það eru allir meðvitar það að lögin sem Kristján X staðfesti þann 19. júní 1915 fólu í sér að konur og vinnumenn 40 ára og eldri fengu kosningarétt til Alþingis. Takið eftir því að konur yngri en 40 ára fengu ekki kosningarétt. Alþingi samþykkti síðan lög árið 1920 sem færðu öllum 25 ára eldri kosningarétt óháð kyni og atvinnu. Það var fyrst þá sem konur voru í raun orðnar jafn réttháar karlmönnum. Þannig að við getum haldið annað partí eftir 5 ár. Ingibjörg H. Bjarnason var einmitt fyrsta konan sem kjörin var til setu á Alþingi. 7 árum eftir að konur hlutu kosningarétt. Ingibjörg var fyrst kjörin á kvennalista, en árið 1924 gerðist Ingibjörg ein af stofnendum Íhaldsflokksins, síðar Sjálfstæðisflokksins. Ingibjörg var mikill kvenskörungur, en hún sat á Alþingi í 8 ár, eina konan. Ég hef hér eftir ummæli sem hún lét falla hún varð fyrir ómaklegum árásum frá kollega sínum, Magnúsi Kristjánsyni, þá fjármálaráðherra á þingi, vegna útlits hennar. Þau eru svona. En konur eru meira en helmingur þjóðarinnar og kjósenda. Geta orðið helmingur Alþingis, þegar stundir líða hver veit. Og þá kann að vera að hæstvirt landsstjórn fara að taka tillit til þess sem konur segja. En kæra sjálfstæðisfólk, það gaman að segja frá því að nú, 100 árum seinna, þessi framtíðarsýn Ingibjargar H. Bjarnason nær því en nokkru sinni að rætast. Hlutur kvenna á Alþingi hefur aldrei verið meiri en einmitt núna, eða 49,2%. Þess vert að geta að frá 1929 hefur Sjálfstæðisflokkurinn haft 35 ráðherra, þar af 8 konur. Landssamband sjálfstæðiskvenna heiðraði á 50-dagskvöldið nokkrar konur sem rutt hafa brautina fyrir okkur hinar. Þetta eru þær konur sem gegnt hafa embætti forseta Alþingis og ráðherra á vegum Sjálfstæðisflokksins. Þið sjáu nú myndir að næstum því öllum þeirra hér, ekki öllum samt. Þetta eru þær Salóme Þorkelsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir, Sigríður Anna Þórðardóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Hanna Birna Kristjánsdóttir, Ragnheiður Elín Árnadóttir og Ólöf Nordal. Auk þessara kvenna hefur ein kona til viðbótar gegnt ráðherraembætti fyrir Sjálfstæðisflokkinn, Auður Auðuns, sem var einmitt fyrsta konan til að vera ráðherra. Ég bið ykkur að gefa þessum brautryðjendum og fyrirmyndum gott klapp.
Ég og líklega allir landsfundagestir var afar ánægð með þær áherslur sem Bjarni Benediktsson, formaður flokksins, lagði í kraftmikilli ræðu sinni hér í þessu púlti í gær. Við höfum náð töluverðum árangri varðar jafnrétti kynjanna. En þetta að gerast aðeins og hægt hérna hjá okkur í Sjálfstæðisflokknum. Hér eru nokkrar tölur stöðu jafnréttismála í flokknum okkar. Í miðstjórn sitja 38% konur. Í þingflokknum 36% konur. Stjórnir kjördæmisráða 34% konur og fulltrúar á landsfundinum 2013 voru 30% konur. Fulltrúar á þessum landsfundi hér eru 37% konur. Og það ekki ásættanlegt miðað við það átak og þá hvatningu sem farið var í fyrir þennan landsfund til þess að auka hlut kvenna á fundinum. Þar lögðumst við öll á eitt, stjórn Landssambands Sjálfstæðiskvenna og forysta flokksins, en því miður skilaði okkur eingöngu 7% aukningu. Og það ekki nóg. Reyndar ber að fagna því að á síðasta landsfundi voru fleiri konur en karlar kostandi forystu í málnefndi flokksins. Það einsdæmi í sögu hans. En það tekur tíma að breyta, við vitum það. En við þurfum að velta fyrir okkur hversu mikinn tíma við höfum. Samfélagið að breytast mjög hratt. Konur hafa menntun og reynslu sem við verðum að nýta í auknum mæli. Sjálfstæðisflokkurinn þarf á konum að halda. Við þurfum aukið fylgi. Við eigum að sækja það til kvenna. Við þurfum skýra stefnu það hvernig við viljum ná til kvenna og fyrsta skrefið að auka áhrif kvenna í flokknum. Fyrr mun þetta ekki breytast. Ég vil aftur vitna í ræðu formanns flokksins í gær. Það á engin frelsið og það á engin jafnrétti kynjanna. Við eigum ekkert að gefa eftir í þessum málaflokkum, enda Sjálfstæðisflokkurinn brautryðjandi varðar jafnrétti kynjanna. Við erum í grunninn flokkur jafnréttis og frelsis, eins og yfirskrift þessa fundar gefur til kynna. Við erum flokkur sem vill fá konur til ábyrgðarstarfa. Sjálfstæðisflokkurinn steig stórt skref með því að tileinka landsfundinn konum. Nú komið að því að stíga næsta skref. Að koma ákvæði jafnrétti kynjanna inn í skipulagsreglur flokksins og viðurkenna það sem eitt af grunngildum flokksins. Landssamband Sjálfstæðiskvenna styður því eindregið þá tillögu miðstjórnar sem formaður flokksins sagði frá í ræðu sinni hér í gær. Þar lögð fram tillaga að bæta við í 2. málsgrein skipulagsregla flokksins sem fjallar einmitt grunngildi flokksins eftirfarandi setningu. Jafnrétti kynjanna eitt af grunngildum Sjálfstæðisflokksins. Þegar kosið í stjórnir og skipað í trúnaðarstöðu flokkstofnana, hvort sem í nefndir, ráð eða stjórnir, skal ávallt gætt að jöfnum hlutföllum kynjanna. Þetta verður eitt af þeim verkum sem við, kæru landsfundagestir, konur og karlar, klárum saman helgina. Ég veit að við erum öll sammála það að við Sjálfstæðisfólk viljum skilja eftir eitthvað handbært, einhverjar raunverulegar breytingar í átt til jafnréttis eftir fund eins og þennan sem tileinkaður jafnrétti kynjanna. Jafnframt vil ég taka það fram að ef tillagan verður samþykkt, tillaga miðstjórnar verður samþykkt í þessari mynd, þá mun Landssamband Sjálfstæðiskvenna draga til baka þær tillögur að breytingum á skipulagsreglum sem liggja fyrir fundinn frá okkur. Ég vil sérstaklega þakka formanni, varaformanni og framkvæmdastjóra flokksins og sjálfsögðu miðstjórn
fyrir að beitja sér fyrir því að gera jafnrétti kynjanna að grunngildum flokksins. Það er mikil þörf á því. Og ég verð að segja það og deila því með ykkur hér að ég var mjög hugsi eftir að hafa lesið skýringu eða greiningu Morgunblaðsins þar sem var talað eina okkar þingkonum að hún teldist athyglisjúk að vera íhuga framboð til varaformanns. Það er bara karlremba og ekkert annað. En helsta markmið með því að fjölga konum í starfi og forystu flokksins er að tryggja það að íslenskar konur samsami sig flokknum okkar. Að þær öðlist trú á því að flokkurinn hlusti og taki tillit til ólíkra sjónarmiða. Það mun renna sterkari stoðum undir að flokkurinn sé í raun svo breið fylking sem hann gefur sig út fyrir að vera og sem við öll viljum hann sé. Ef þetta rætist þá þýðir það bara eitt: aukið fylgi fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Ég hlakka til að fagna löngu tímabæru skrefi í átt til jafnréttis með ykkur, kæru landsfundargestir. Það að setja ákvæði jafnrétti kynjanna inn í skipulagsreglur flokksins mun styrkja flokkinn inn á við og út á við. Ég hlakka til á morgun þegar að breytingartillaga miðstjórnar hefur verið samþykkt. En þá verð ég ekki bara stolt af því að vera formaður Landssambands Sjálfstæðiskvenna. Ég verð gríðarlega stolt af því að tilheyra frjálslyndum, víðsýnum flokki sem leggur áherslu á jöfn tækifæri fyrir alla. Flokki sem setur frelsi og jafnrétti í forgrunn. Ég verð stolt af því að vera sjálfstæðiskona. Takk fyrir.